Sælla að gefa en þiggja, segir máltækið. En hvernig nálgumst við einstakling eða samfélag í neyð? Þegar við fylgjumst með fréttum á borð við náttúruhamfarirnar á Seyðisfirði, þar sem stærsta skriða sem fallið hefur á byggð á Íslandi hreif með sér fjölda húsa í mestu úrkomu sem mælst hefur á jafn stuttum tíma, þá fer maður að hugsa hvort og þá hvernig megi rétta hjálparhönd. Ég bara halda áfram að vera jákvæð og hjálpa okkur að halda áfram. Það hefur verið okkur ómetanlegt, það þessi jákvæðni og stuðningur sem við fundið. En við þurfum líka að taka á móti ykkur, við þurfum líka að bjóða öllum velkomin hérna til okkar. Og það uppi sú hugmynd að gera svona þakklætislund, bæði til að sýna þakklæti gagnvart þeim sem hafa reynst okkur vel og sýnt okkur stuðning, en jafnframt líka að þakklátt fyrir lífið, þannig að það var ómetanlegt og ólýsanlegt að enginn skyldi farast í þessu náttúruhamförum sem við lendum í. Þannig að mér finnst tilvalið að byggja upp þakklætislund, gera hann aðgengilegan fyrir fólk, þar sem fólk getur sest niður og hort á skriðuna, hort á hvar fallegu húsin okkar stóðu og þar því jafnvel sett upp einhvers konar upplýsingagjöf um hvaða hús stóðu, sögu húsanna, jafnvel saga fólksins sem að upplifði og var þarna, búið að safna því saman. Og á sama stað var hægt að hjálpa okkur að græða upp skriðuna, vegna þess að skriðan þarf að vera græn. Við viljum fá hana græna, við viljum geta haldið áfram og þar geti fólk komið og sest og skoða sögunar og keypt grasfræ eða tré eða ekki alveg búin að útfæra þetta, en þetta svona á hugmyndastigi og eins og allt annað á Seyðisfirði þá tekið vel í allar hugmyndir og allir tilbúnir í að útfæra þetta. Það er gott fyrir okkur þegar við erum á ferðalagi um landið að geta hugsað til þess að við getum þá gefið eitthvað af okkur á okkar ferðalagi hérna hringinn í kringum landið. Það er ofboðslega gott að geta gefið og líka fundið það að þú sért velkomin hérna. Ég hef fundið á mörgum að þeir vilja ekki koma inn á Seyðisfjörð, þetta er nú hamfarasvæði og svona fólki líður svona eins og sé svona óboðni gesturinn í afmælinu. Það er svona, jú, að mæti nú og ég er nú með Gunnar vini mínum en ég þekkir um lengan. Fólki líður svolítið þannig þegar kemur inn á Seyðisfjörð fyrst. Það smeygt við er ég bara forvitin eða er ég bara að þvælast fyrir og sjálfsög erum við forvitin. Þetta er einn stærstu náttúruhamför sem hafa orðið á Íslandi og auðvitað viljum við sjá og skynja þetta. Og við þá kannski getum hjálpað fólki að sjá og skynja þetta og skilja hver eyðileggingin var og hver uppbyggingin verður, hvaðan við komum og hvert við förum. Þannig að fólk sé velkomið til þess að skynja þessi náttúruhamfarir og í leiðinni þá getum við hjálpað okkur sjálfum við uppbygginguna vegna þess að þetta er stórt verkefni sem fram, þetta er gríðarlega stórt og ef við gerum það aðgengilegt að fólk getur keypt grasfræ eða jafnvel keypt part í uppbyggingu einhverja vissra húsa eða hvernig sem við útfærum þetta eða komum bara á hóteli á mér og kaupi kaffibolla eða gisti hjá næsta aðila. Við erum laskað samfélag og við þurfum að fá gesti til okkar og viljum fá gesti til okkar. Þannig að ég held að við þurfum bara að geta saman. Burtséð frá því það sem gerðist í grunninni Seyðisfjörður staður sem gott að koma á og staður sem þekktur fyrir að taka vel á móti sínum gestum og það hefur ekkert breyst. Nei, ég er náttúrulega sem alveg hlutlaus aðili. Þá er þetta einn af betri stöðum landsins að koma á. Hér er ótrúleg orka, ótrúleg náttúrufegurð, gríðarlega fallegt bæjarstæði, mikið af góðu veitingastöðum, mikið að listar upplifelsi sem að þú upplifir ekkert á öllum minni stöðum og Regnbogastræti er náttúrulega gullfallegt sem er sjálfsprottin fegurð bara hjá nokkurum öflugum Seyðfirðingum. Þannig að það er ofboðslega gott að vera á Seyðisfirði, alltaf gott veður. En hér er mikið af sögum og upplifun fólks er svo mismunandi af því sem gerðist og þessari sögu það náttúrulega að gera skil á einhvern hátt. Já, náttúrulega ótrúlega sögur, ótrúlega margar sögur og hver einstaklingur upplifir þetta á sinn hátt og á sína upplifilsi og það er ofboðslega, held ég, áhugavert að fá að skyggnast þess inn í það og sögu húsanna, sögu náttúrunnar á baka þessu og hafa það aðgengilegt, þannig að við þurfum bara að útfæra þetta rétt og bjóða öllum að vera með í sögunum. Svo er einmitt kannski ekki að velja úr því að þú átt eina sögu og næsti maður við hliðina þér, hann á allt aðra sögu.
Já, og þetta ekkert verkefni sem þarf að einskornast við eina eða tvær eða 10 sögur, það má líka skipta þeim út eða hafa breytilega. Nú er tæknin orðin það mikil að það þarf ekki að meitla þetta í stein lengur. Þú getur sett þetta á alls konar miðla. Þannig að þú getur haft á kóðum og slóðum og heimasíðum og fólk getur bara haft þær sögur og það aðgengi sem til þar sem fólk getur jafnvel sett þetta inn sjálft. Þannig að það ótrúlega auðvelt að uppfæra það og breyta því og halda áfram með sögun okkar líka. Það mun verða uppbyggingina og það var ótrúlega gaman að geta varpa því og þeim skrefum áfram. En aðalega kannski líka fólk getur bara sest niður, hort yfir það, notið þess og skynjað lífið. Þannig að á endanum þetta bara ótrúlega að við skulum vera á lífi en ennþá og skynja það og fundi bara þakklæti og bara stoppa og njóta. Það var þetta að setjast niður í þakklætislundinum og bara stoppa og hugsa og segja takk. Svo dansa á Regnbogastrandi þegar við náum það langt.